Þegar kemur fram í ágúst var hún orðin það máttfarin að hún var ekki í vinnufær lengur og kemur hingað suður og fer á bráðamóttöku Landspítalans. Þar loks tekin blóðprufa og niðurstaða hennar hreinlega öskraði á krabbamein. Það er ánægjulegt að sjá að hér vel mætt. Það er jafnframt dapurlegt að þessi fundur skuli yfir höfuð þurfa að fara fram. En Hrafn Margeirsson heiti ég og ég ætla að stikla hér á stóru eigin reynslu af COVID-sprautum og afleiðingum þeirra. Ég hefi sjálfur sér ekki yfir neina kvarta sjálfur. Ég var ekki fyrir neinum eftirköstum af þessum sprautum af þeirri einföldu ástæðu að ég fór ekki í sprautu, góði heilli. Þar var ekki eitthvað fyrirfram ákveðin þvergirðingshátt að ræða. Ég var eins og margir aðrir. Ég satt nánast bergnum minn og horfði á þessa fyrstu upplýsingaþætti eða fundi almannavarna með hinu rómaða þríeiki og síðar orðu prýta ausa visku sinni yfir okkur. En eftir í þessum fundum fjölgaði og nakka torta á það með mér í yfirvegun fannst mér þeir verða æ undarlegri. Ég fékk þá tilfinningu að þau væru búin að fá spurningarna fyrirfram. Þegar vísu fengið það staðfest frá fréttamönnum sem þarna voru að svo var ekki. En ég fór nálægt í, það var næsta við að fréttamenn fengu einungis að byrja upp eina spurningu og fengu ekki að fylgja spurningunni eftir. Þannig að þau gátu í sjálfu sér svara nánast hverju sem þau vildu og komist upp með það og voru ekki krafin rök fyrir sín svör nokkru leyti. Síðan kemur að því að þessi lyf sem öll átt að bjarga fór að berast til landsins. Ég man eftir fyrstu sendingunni sem kom og RÚV allra landsmanna mætti á svæðið og þetta voru 2 litlir kassar, kannski 12-15 kíló á að giska. Það var búið að koma þeim fyrir á stóru vörubretti og svo kom stór liftari og færði brettið á milli staða inn í einhverju vöruskemmu undir lögregluvernd. Ég hugsaði, hvaða fíflagangur er þetta? Hvað er verið að bjóða okkur upp? Síðan hefjast bólusetningarnar með þessum lyfjum í Laugardalshöll. RÚV var gjarnan á staðnum líka og tók ævinlega viðtal við sömu bráðhuggulegu hjúkkuna sem að brosti og hló nánast í hvert einasta sinn og þetta var svo gaman, þetta var allt svo jákvætt, þetta gekk allt svo vel. Í bakgrunninum kyrjaði Freddie Mercury einhverja frægustu rockslagara sögunar og þetta var bara alveg æðislegt, þetta var allt svo gaman. En þetta lyktaði af, ég verð að segja, illa undirbúnum áróðri. En þetta var ekki gaman fyrir alla, það fór að berast fregnir af því að sumir veiktust hastarlega í kjölfarið. Sem betur fer jöfnuðu sig nú miklu fleiri en færri, en alls ekki allir. Ég man eftir frétt sem kom meira að segja á RÚV, þá var viðtal við eldri mann, mig minnir úr Mosfellsbæ, hvers eiginkona hafði farið í sprautur nokkrum dögum áður. Hún fárveiktist með það sama og hún dó nóttina. Ég hélt í einfeldni minni að þarna yrði þessi sprautu þessu stöðvuð á stundinni og sett á stað rannsókn. En það var nú öðru nær, það var haldið áfram að sprauta eins og ekkert hefði í skorist og þessi frétt fékk aldrei neina eftirfylgni. Það kom önnur frétt manni af 19 ára gamalli konu, það var sitt allra besta. Hún lá lömuð fyrir neðan mitti inn á Landspítalanum daginn eftir að hún fékk sprautu. Aldrei nein eftirfylgni að þessari frétt heldur og ég veit ekkert hvað varði þessa ungu stúlku, hvort hún jafnaði sig eða ekki. Ég sá svipað leyti frétt á dönskum miðli þar sem Danir voru búin að taka AstraZeneca lyfið úr umferð sökum alvarlegra aukaverkana sem að það hafi valdið þar og víðar. Á sama tíma voru til 70.000 skammtar af AstraZeneca á Íslandi og þeir voru kláraðir. Svo kom mjög athyglisverð frétt fannst mér
í mars 2021 í Mannlífi. Trausti Hafsteinsson, þá blaðamaður á Mannlífi, gerði þessa frétt. Það hafði lekið út að Alma Möller, þá landlæknir, sem að barðist hvað harðast fyrir því að allir landsmenn helst myndu þykja þessar sprautur. Hún kom í veg fyrir það að tengdamóðurinnar, þá vistmaður á hjúkrunarheimilinu Sóltúni, yrði sprautuð. Ein allra vistmanna. Sonur þessarar ágætu gömlu konu er Torfi Fjalar Jónasson, hjartalæknir, eiginmaður Ölmu Möller. Hvað vissu þau, læknahjónin, á þessum tíma skaðsemi þessara sprauta sem aðrir vissu ekki? Þau hafa aldrei þurft að svara fyrir það á nokkurn hátt. Þetta heitir í fjármálaheiminum að nýta sér innri upplýsingar og er refsivert. Þannig að ég ákvað í framhaldinu, hafandi verið heilsuhraustur alla tíð, ég hlyti að ná að jafna mig eftir þessa pest þegar ég fengi hana, ákvað að fara ekki sprautu. Fór út allt, sprittaði aldrei á mér hendurnar, káfaði á öllum hillum verslana, innkaupakerrum, handriðum, lyftuhnöppum, tölvum, lyklaborðum, tók ég hendurnar á hverjum sem faðmaði og kyssti alla þá sem að svo vildu við hafa. Fór aldrei í nein próf, aldrei í sóttkví. Við hafði nákvæmlega engar sóttvarnir nema ég sett upp grímu þar sem ég var að setja upp grímu. Og afleiðingarnar hafa aldeilis komið mér í koll, heldur betur. Ég veit ekki enn hvort ég fékk þessa pest eða ekki. Þetta var nú drepsóttin sem að okkur var talin trúum að myndi koma okkur í stórum hópum undir Grænlandstorfu. En það voru ekki allir svona heppnir. Miðjan júní 2021 fær dóttir mín, þá nýorðin 18 ára, og aftur 3 vikum síðar, COVID-19, Pfizer, eitursprautur 2, lótunúmer FC2336 og FE2090, sem samkvæmt rannsóknum innihéldu leifar af E. coli sörgerlum og krabbameins-vakan SV40 promoter, sem meðal annars hefur notaðir á tilraunastofum til að framkalla krabbamein í rottum og öðrum tilraunadýrum. Hún hafði alla tíð verið heilsuhraust, æfði íþróttir af kappi og keppti fyrir Íslands hönd í unglingarflokki í sinni grein. En fljótlega eftir seinni sprautuna fór að bera á heilsubresti, frávik í tíðarhring sem þúsundir annarra kvenna lentu í, mjög margar mjög alvarlegum, en þeim var lítill skilningur sýndur, væri nánast afgreiddar með ímyndunarveiki eða eitthvað slíkt. Orðið kvenfyrirlitning hefur nú verið notað að minna tilefni, en það hentaði nú heilbrigðisyfirvöldum ekki þarna. Svo þegar kemur fram á vetur, þá hnígur dóttir mín tvisvar niður í íþróttakeppni undan ofsafengnum bakverkjum, sem að ekki fékkst skýring á fyrir löngu síðar. Síðan fer að bera á kvíða, sem að hún hafði aldrei glímt við. Hún sett á kvíðalyf. Í framhaldinu krónískur niðurgangur sem að mjög illa gekk að komast fyrir. Það var útskýrt með aukaverkunum af lyfjunum. Síðan verður skert matarlyst og erfiðleikar við að koma niður mat. Það var einnig arfleik tengt kvíðalyfjunum. Þegar að kemur fram á árið 2024 hún búin að missa 10 kíló, þegar að missa miklu þyngdartapi og var nú ekkert að miklu að taka fyrir og enn og aftur afleiðingar af kvíðalyfjunum. Þetta sumar hún að vinna
norður í Mývatnssveit og hún leitar á heilsugæsluna í Mývatnssveit í júlí 2024 vegna vanlíðunar og mikilla kviðverkja. Hún fær verkjalyf og er send heim og engin blóðprufa tekin. Viku síðar, þegar henni versnaði enn, leitar hún á sjúkrahúsið á Húsavík. Þar er hún greind með magabólgur, fær lyf við magabólgum og send heim og engin blóðprufa tekin. Þegar kemur fram í ágúst var hún orðin það máttfarin að hún var ekki í vinnufær lengur og kemur hingað suður og fer á bráðamóttöku Landspítalans. Þar er loks tekin blóðprufa og niðurstaða hennar hreinlega öskraði á krabbamein. Það hafi átt upptök sín í ristli sem er algjörlega fáheyrt meðal ungra kvenna, þekkist vart, og hafiði breiðst út í lifur og lungu. Áfall hennar og allra sem að henni stóðu var algjört. Ég var staddur í vinnunni nokkrum dögum síðar í lok vinnudags og sitt inn í eldhúsi og er þar að fletta í gegnum norskan fjölmiðil sem heitir Steiken. Og þar rek ég augun í af algerri tilviljun grein þar sem fyrirsögnin er COVID-sprautur valda krabbameini. Nýrri tegund krabbameina sem fara mjög ágengum sem geysast yfir og eru kölluð hafa fengið nafnið túrbínukrabbamein. Þar sá ég þetta orð í fyrsta sinn. Ég fór að stauta mig í gegnum norskuna og áttaði mig á því að þarna voru veikindum dóttur minnar nánast lýst lið fyrir lið. Ég kláraði að lesa greinina og dóttir mín átti síðan eftir að haka í hvern reitinn á fætur öðrum eins og framvindum þessa ágenga krabbameina var þarna lýst. Læknateymið sem annaðist hana var ráðalaust og ráðþrota, hafði nánast aldrei séð að þeirra sögn krabbamein fara svona hratt yfir. 12. nóvember 2024 lést dóttir mín á Landspítalanum, 21 ára gömul, í kjölfar tveggja COVID-19 banvænna eitursprauta. En var hann ekki bara með genakalla? Gæti einhver spurt. Hefur eitthvað fyrir þér í þessu? Því er til að svara að þegar hún hafði sitt dauðastríð, þá voru tekin úr henni á annað 100 sýni og rannsökuð. Þau sýndu öll nákvæmlega sömu niðurstöðuna. Hún hafði enga undirliggjandi áhættuþætti varðandi krabbamein og var fullkomlega heilbrigð að öllu leyti. Ég hef nefnt það að þetta hafi verið í boði íslenska heilbrigðiskerfisins sem hún fékk þessar sprautur. Þegar að íslenska ríkið gerði kaupsamninga við lyfjaframleiðendur, þá tóku lyfjaframleiðendur það skýrt fram að þeir afsöluðu sér allri ábyrgð á þeim skaða sem að þessi lyf kynnu að hafa á lyfþega. Ástæðan var sú að þetta voru órannsökuð lyf, það hafði engin tími unnist til að rannsaka þessi lyf, hvorki til lengri eða skemmri tíma. Og það var ekki einu sinni vitað virkni þeirra, gagnvart þeirri veiru sem þau áttu nú að vinna á. Þannig að íslenska ríkið tók á sig alla ábyrgð á þeim skaða sem það kynni að valda lyfþegum. Það voru sett lög á Alþingi Íslendinga, lög nr. 156 árið 2020, þar sem að ríkið viðurkennir skaðabótaábyrgð gagnvart þessum einstaklingum. Engu að síður hefur gengið mjög illa fyrir sprautuskaða einstaklinga að ná fram rétti sínum gagnvart íslenska ríkinu, hverju sem er að kenna.
Fyrir ári síðan hélt Krabbameinsfélagið hérna í Skógarhlíð málþing. Þetta málþing fjallaði hvernig við getum minnkað líkurnar á því að fá krabbamein. Ég sótti þetta málþing og frummælandi á þessu málþingi var fyrrum landlæknir og núverandi heilbrigðisráðherra Alma Möller. Henni mæltist ágætlega, hún talaði að við þurftum að vanda okkur í lífinu, borða hollan og góðan mat, sneiða hjá áfengi og tóbaki og hvíla okkur vel, sofa vel, hreyfa okkur og stunda íþróttir og útivist. Allt gott og blessað, eitthvað sem að allir vita sem eitthvað vita. Og eftir málþingið þá beið ég hennar niður á bílaplani og gekk til hennar þegar hún kom út og kynnti mig og spurði hvort hún hefði tíma til að eiga við mig orð. Alveg sjálfsagt, hún væri ekki neinni hraðferð, alveg guðvelkomin. Ég byrjaði á því að þakka henni fyrir erindið sem er þótt á mörgu liti ágætt. Já, takk fyrir það kærlega. Mér fannst samt vanta hjá þér að þú kæmir inn á öll þau umfram dauðsföll sem orðið hafa í landinu síðustu 4-5 árin. Og einnig þá aukningu sem orðið hefur á nýgengi krabbameins á sama tíma, ekki síst hjá ungu fólki. Hleypur á 20% hvor liður fyrir sig á hverju ári. Ég kannast ekki þetta, aldrei þetta. Veistu það, Alma, nú trúi ég þér ekki. Þú varst landlæknir á sínum tíma, nú ertu heilbrigðisráðherra. Þú hlýtur að hafa heyrt af þessu. Þú hlýtur að vita betur. Nei, aldrei nokkuð tíma. Heyrt af þessu, sem er algjörlega orð. Þetta geti staðið í einhverju samhengi við COVID-sprauturnar. Við COVID-sprauturnar? Nei, ertu frá þér. Þar voru virkilega öruggar og farsælar og reyndust vel öllum sem það fengur og nauðsynlegar. Þú ert á algjörum villigötum. En af hverju komstu þá í veg fyrir að tengdamóðir þín væri sprautuð inn á Sóltúni í lok árs 2020? Ég held ég hafi ekki í annan tíma séð einstakling hreinlega skipta litum jafn skjótt og þarna gerðist. Hún studdist við hækjukellingin á þessum tíma, einhver hluta vegna. Ég hélt eitt augnablik, hún ætlaði að leggja til mín með hækjunni, slík var bragðið. Þú skalt sko vita það að ég ræði ekki heilsufar tengdamóður minnar við ókunnuga. Aldrei. Svo skaltu líka vita það að tengdamóður minn, hún fékk nú sprautu að lokum, svo það sé á hreinu líka. Fátið og uppnámið var slíkt að hún ætlaði aldrei að ræða heilsufar tengdamóður sinnar við ókunnuga, en í næstu setningu var hún farin að ræða heilsufar tengdamóður sinnar við ókunnuga. Ég spurði í mestu rólegheitum hvort hún væri tilbúin að ræða við með COVID-sprautur almennt, alveg óháð tengdamóður sinni. Hún svaraði því engu og nú lá henni á og hún skakklappaðist á hækjunni eins hratt og hún dró að ráðherrabílnum og brendi í burtu og hvað ekki eins. Viðbrögð fólks segja manni oft miklu meira heldur en orðskrúð og fagurgali. Samningurinn sem að Alþingi samþykkti við lyfjaframleiðendur á sínum tíma og að ganga í ábyrgð fyrir þá sem kynna að skaðast. Alþingi fekk aldrei að sjá þennan samning. Fjölmiðlar fengu aldrei að sjá þennan samning og íslenska þjóðin sem var notuð sem tilraunadýr með þessi lyf mátti alls ekki sjá þennan samning. Algjört hernaðarleyndarmál. Honum var sem betur fer lekið á netið og það vil það skemmtilega til að ég er með hann hér útprentaðan. Mér hefur í seinni tíð æ oftar komið í hug orð
Styrmis Heitins Gunnarssonar sem að lengi var nú ritstjóri Morgunblaðsins og þessara orða hefur oft verið vitnað til. Styrmir var orðvar maður, alvörugefinn og gerði ekki oft að gamni sínu. Hann segir í skýrslutöku hjá rannsóknarnefnd Alþingis eftir bankahrunið 2008 og tilvitnun hefst: Ég búinn að fylgjast með þessu þjóðfélagi yfir 50 ár. Þetta ógeðslegt þjóðfélag. Þetta allt ógeðslegt. Það eru engin prinsip, það eru engar hugsjónir, það ekki neitt. Það bara tækifærismennska og valdabarátta. Tilvitnun lýkur. Svo mörg voru orð þessa mætamanns. Ég hélt þegar ég heyrði þessu orð fyrst að hann væri orðinn ruglaður, en það var aldeilis ekki. Hann átti á annan áratug eftir ólifað þegar hann sagði þetta og skrifaði og ritaði þjóðmál til hinsta dags af mikilli visku. Ég þakka þeim með hlýtur.